Yokohama nagladekkin. Einstök hönnun sem hendar íslenskum aðstæðum. 16 raða naglamunstur, 3 vítar flipaskurður og einstök gúmmíblanda. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Sigurveig Bersteinsdóttir, formaður jólaúthlutunarnefndar á Eyjafjarðarsvæðinu og formaður Mæðrastýrsnefndar Akureyrar. Sigurveig, það stórdagur í dag. Þið voru að undirrita samning jólaaðstoð fyrir komandi jól. Þetta glæsilegt verkefni en eitthvað sem allir myndu nú vilja láta sig dreyma að þyrfti ekki að standi í. Já, auðvitað það svo. En við erum náttúrulega búin að búa við þetta í áratugi. Þetta ekki nýtt á Íslandi og samtök hver og eitt sig hafa verið til langan tíma. Mæðrastýrsnefnd, Hjálparstarkirkjunnar, Hjálpræðisherinn og Rauði krossinn við að styðja náttúrulega þá sem minna mega sín í þjóðfélaginu og gera þetta á þennan veg. Við fórum á stað fyrir jólin 2012. Svona bara ákváðum það í skyndi að prófa þetta og það gafst það vel, þessi sameiginlega jólaaðstoð, að við ákváðum að gera með okkur samstarfssamning til 3 ára að þessu sinni. Og við erum stödd hér í dag til þess að skrifa undir þann samning. Hver var þörfin í fyrra? Hvað leituðu margir til ykkar í fyrra? Við aðstóðum 303 fjölskyldur, misstórar fjölskyldur af vísu. Og í það fóru rúmar 7 milljónir. Gerir ég ráð fyrir að það verði aukning í ár? Hvernig metið stöðuna? Okkur sýnist að hún verði að minnst ekki minni. Líklega verður hún eitthvað meira, já. Þörfin mikil. Hún mikil á þessu svæði. Hvaða hópar það helst sem að þið hafi merkt sem að leita til ykkar? Það ungt fólk eða aldraðir og öryrkjar eða hvers slags hópur þetta sem að mest áberandi hjá okkur? Það má eiginlega segja miðað við jólin í fyrra að þá var þetta mjög mikið blandað. Það voru eldri borgarar, það voru eldri lífeyrisþegar í þó nokkuð mæli, einstæðingar þá, sérstaklega einstæðir, hvað maður að segja, sem búa einir. Svona einstæðingar? Já, svona einstæðingar, eldri borgarar, sem eru kannski bara með ellilífinu sinn og lítið sem engan lífeyrir, frá lífeyrissjóði, sko. Einstæði foreldri, sem eru bara ýmist ekki á launum, eru með öryrkjabætur, eða jafnvel svo bara ungt fólk sem búið að vera atvinnulaust lengi og bara komið á framfærslu sveitarfélaga. Hvernig verður svo háttað? Hvernig snýr fjölskylda sér í þessum málum sem að þarf aðstoð að halda? Hvernig finnur hún ykkur og hvað á hún að gera? Já, við komum til með að auglýsa núna svona í annarri viku á nóvember. Þá setjum við auglýsingar á stað fyrir jólaaðstoðina. Og þar kemur fram símanúmer sem að fólk mun hringja í og við verðum með bara nokkra síma í gangi. Þannig að það verður auðveldar að ná í okkur núna heldur en í fyrra. En við munum byrja að svara í símana svona eftir miðjan nóvember og gefa fólki tíma til þess að koma og hitta okkur. Það þarf að hafa smá gögn með sér svona bara til þess að sanna sig, sína okkur tekjur sínar, annað það nú ekki. Og svo förum við yfir þessar umsóknir og útlutum svo í desember, svona kringum miðjan desember verður útlutunin hjá okkur. Þetta ekki þannig að fólk þurfa að fara að standa í biðröðum einhvers staðar áberandi staði sem að vafalaust mjög þungt að þurfa að gera? Alls ekki, við viljum ekki fara í það. Og við erum ekki með matarútlutun lengur, heldur eins og í fyrra þá vorum við í formi korta, þar sem hver einstaklingur fékk kort hér í samkaup úrvalverslanir. Hér á Akureyri gat það nýtt sér í Netto eða vildi, en þar sem við erum hér út með Firði og hérna bara á Eyjafjarðarsvæðinu þá gat fólk líka nota þetta bara í sinni heimabyggð sem að bara stendur fyrir x upphæð og það fer eftir stærð fjölskyldu hversu há upphæð hver og einn fær. Hverjir eiga hafa réttindi til þess að geta húsvíkingar og allir Eyfirðingar, Hríseyingar, Grímseyingar, hverjir geta komið? Hvar eru mörkin? Mörkin eru Siglufjörður í norðri og hér inn allan Eyjafjörð og út á Grenivík.
Það skiptir svona Vaðlaheiðina, kannski svona hinu megin heiðar, ertu komin í Þingeyjarsýslur og þá leitaru þar. Og svo náttúrulega Grímsey fyrir utan. Já, og svo náttúrulega eyjarnar okkar hérna, við náttúrulega teljum þar bara með bænum, þar náttúrulega orðnar Akureyri líka, en það bæði Hrísey og Grímsey. Segðu mér, þetta eins og ég var nefna áðan, þetta vafalítið mjög þung spor fyrir fólk að fara að merkið að þetta sé eitthvað breytast frá hvað sem var. Nei, það náttúrulega, við erum farin að sjá kannski fólk sem, og einmitt að það segir við okkur, ég hef aldrei komið áður, ég hef ekki það, og það erfitt að stíga þessi spór, það alveg rétt og bara fólk hefur svona verið að hringja í okkur í mæðrastýrsnefnd núna í þessum mánuði og það hrætt við að koma því það líka hrætt við höfnun, það segir það, að því það þarf að koma í viðtal, þá einmitt ef ég kem í viðtal ég þá vissum að þú ætlir að aðstoða mig. Fólk upplýði þetta sem hálfgerða skömm? Svona vissu leyti, já. En þetta eitthvað sem að enginn þarf svo sem að skamma sig fyrir vegna þess að þetta ekki eitthvað sem að fólk velur sér frekar heldur en að þeir sem að fæðast fatlaðir eða slíkt, það enginn sem velur sér það? Nei, þetta engin skömm og eins og allt hjá okkur í dag þetta bara og hefur aldrei átt að vera neinn skömm að koma og leita sér aðstóðar og því að já eins og þú segir, við erum mismunandi og það eru alls ekki allir með háar tekjur, það svo langt í frá og margir með skuldir á herðunum líka eftir bara gengi undanfarin ára og bara mjög erfitt En þetta verkefni það kannski sýnir að það í raun og veru til nógu peningum í þjóðfélaginu, þetta bara spurningu hvernig við deilum út. Akkurat, þetta spurningin forgangsröðina og hvernig við erum að einmitt bara akta lífið, erum við að vera sem eitt eða ætlum við alltaf að vera eitthvað mikið misskipt. En þetta þannig að þegar upp veru staðið þá fá allir sem uppfylla ákveðna skilji, þá fá allir aðstoð. Já, það tókst í fyrra og auðvitað biðlum við þá til fyrirtækja og stofnana sem hafa styrkt okkur undanfarin ár að gera það áfram þannig að við verðum áfram í stakk búin til þess að einmitt veita fólki aðstoð fyrir þessi jól. Þannig að það styttist í vertinu hjá ykkur? Já, það styttist og þetta búin að vera undirbúningur að þessu núna í haustinu og svo höldum við áfram og það að fara út núna bara eftir helgina bréf til fyrirtækja og stofnana þar sem við erum að minna á okkur og óska eftir styrkjum. Séu við gangi ykkur vel. Það kærar þakkir. Takk. Yokohama nagladekkin. Einstök hönnun sem hentar íslenskum aðstæðum. 16 raða naglamunstur, 3 vítar flipaskurður og einstök gúmmíblanda. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.